Gaman að fá að vera með ykkur inn í dag. Ég ætla að vona að Kristrún forsætisráðherra sofni ekki á meðan hún fer yfir þessa kynningu í kvöld því að það er mikið af tölum, mikið af upplýsingum en þetta verður allt saman birt á vettvangi SAF og mögulega hjá mér sjálfum einhvern tímann á næstu dögum. Fyrir hagfræðing þá er það náttúrulega eins og einhver draumur að fá að tala framleiðni því að þetta er hugtak sem okkur er mjög annt en fáir kannski velta fyrir sér daglega. Og eins og ég ætla að nefna aðeins að þá er svona skilningur á okkar á því hvernig hún er þróast og hvað felst í henni hann er misjafn en það er að hluta til að því að það er svolítið erfitt að aðgreina hvaða kraftar eru að verki. Og náttúrulega fyrst og fremst mikilvægt að ræða framleiðni fyrir þá einföldu ástæðu að þetta er grundvöllur nútíma lífsgæða að framleiðnin sé mikil. Þetta er það sem skilur að fátæk ríki og rík ríki. Nú, ég ætla að fara yfir þetta í þrennu lagi. Það er fyrsta lagi að fara yfir framleiðnina, hvernig hún hefur verið að þróast í ferðaþjónustunni. Aðeins að tala tækifærin sem við höfum til þess að auka framleiðni í ferðaþjónustunni, sem að tengist þá inn í samkeppnishæfnina, hvernig greinin er samkeppnishæf til þess að grípa þau tækifæri. Og svo lokum aðeins að koma með smá vangaveltir hver rétta leiðin er fram veginn. Nú til að byrja með, hvað er framleiðni? Það er ekki alltaf allir sem átta sig á því. Ég til dæmis rek mig mjög oft á það að bara hinn almenni leikmaður, hann ruglar saman framleiðni annars vegar og svo framlegð. Þetta er ekki í sömu hugtakinu. Framleiðni er í raun og veru bara hversu mikið af verðmætum við sköpum á hverja vinnustund. Svona hinn einfaldi mælikvarði á framleiðni sem oftast notaður. Það sem við lendum eins og mjög oft í vanda þegar við erum að bera saman framleiðni atvinnugreina er að það er mjög mikilvægur þáttur í framleiðslu fyrirtækja sem er fjármagn og þeir eru mjög misfjármagnsþungar. Þannig að hvernig tekur maður tillit til fjárfestinga? Það sem er mjög ólíkt milli atvinnugreina er náttúrulega hversu mikið fjármagn þú þarft í reksturinn versus vinnustundir. Og hérna sjáum við að það er mjög skýrt samband milli þess að eftir því sem hlutfall fjármagns er hærra, þá náttúrulega mælist framleiðin á hverja vinnustund meiri, segir sig sjálft. Fasteignaviðskipti eru þar á toppnum. Það er framleiðnasta atvinnugrein á Íslandi. Og er það endilega betra að greinar sem eru þarna uppi sé einhvern veginn þjóðhagslega hagkvæmari? Nei, það er ekki svarið því að fjármagni þarf líka að vera framleiðið. Það þarf að skila ávöxtun og svo framvegis. Þannig að svona löngsaga stutt, þetta er smá flókið. En við getum aðeins áttað okkur á hvernig framleiðnin er að þróast af því að hún er svona áallega samkvæmt fræðunum að vera tiltölulega seigfljótandi. Ferðaþjónustu tengdar greinar, þær til dæmis hafa verið að þróast bara í framleiðni bara nokkurn veginn í meðallagi við aðrar atvinnugreinar. Ekkert eitthvað stórkostlegi sem við séum mjög mikinn framleiðni vöxt til dæmis í upplýsingum og fjarskiptum. Svolítið vonbrigði í veitustarfsemi, ég velti fyrir mig hvort það sé mögulega því að við erum búin að vera að virkja svo lítið, en allavega ferðaþjónustan, hún er að koma bara ágætlega út. Og ef við skoðum aðeins nánar sérstaklega einkennandi greinar ferðaþjónustu, þá er framleiðni þar raun og veru vaxið hraðar heldur en í hagkerfinu alls. Og það er eins og mjög misjafnt hvað tölurnar segja framleiðni innan ferðaþjónustunnar. Ég ætla ekki að rekja þær allar inn á hægra megin á myndinni, en þetta er alveg út og suður. Og það er eiginlega, maður hefur raun og veru ekki haldbæra skýringu það sem aftur fær mann aðeins til að efast það hversu nákvæmar þessar tölur eru. En eins og ég segi, það er mjög gott að við séum að ræða framleiðni og það má alveg hrósa stjórnvöldum fyrir að hafa komið því á dagskrá með því að hafa það sem ákveðið leiðarljós í atvinnustefnunni sem hefur verið boðið. En ég hef smá áhyggjur af því að við séum stöndum ekki alveg á sama stað í skilningi á hvernig framleiðnin er og hvernig hún er að þróast og hvað ég horfa til. Og mig langar að benda á tvennt í því samhengi. Ég heyrði forsætisráðherra segja hér áðan að framleiðni væri léleg á Íslandi. Það hefur verið svona í þessari greiningu sem fylgdi þegar verið að kynna atvinnustefnuna, þá fylgdi að það hefur lítill hagvöxtur og mann og svo framleiðis. Staðreynd málsins er samt mjög einföld. Framleiðni á Íslandi hefur vaxið hraðar en almennt á Norðurlöndunum og ESB á síðustu árum og raun og veru og horfið lengra aftur í tímann. Og við erum land sem borgar einhver hæstu laun í heimi, einhver hæstu lífskjör í heimi. Það segist eiginlega sjálft að framleiðni í slíku landi er frekar góð. Það sem er hins vegar rétt er að vöxtur framleiðni til dæmis síðustu 10 ár versus árin 10 þar á undan hefur ekki verið nægilega góður. Og við myndum vilja að vöxturinn sé meiri en hann er meiri en almennt í þeim löndum sem við berum okkur saman við.
Og svo, ef ég fer aftur á hérna glærinn undan, þá var annað sem var bent á að aðeins 1% af störfum hefði orðið til í háframleiðni greinum. Og skoðum aðeins hvernig það lítur út, hvernig greinar dreifast eftir framleiðni. Þarna á toppnum eru fasteignaviðskipti, það er háframleiðni grein. En þú veist, ég er ekki að segja að það sé það sem stefnan er að ganga út á að við ættum að breyta Íslandi í fasteignafélag. En með sömu rökum getum við sagt að við þurfum bara að auka starfsemi í að reka fasteignafélag. Ég er með eina aðra leið sem geti kannski hjálpa okkur eitthvað, ef þú ætlar að líta svona á þetta, sem er í grundvallinu mjög góð nálgun, að það er að horfa á það hvernig eru launin í greinunum. Því að þegar fólk er ráðið til starfa og hvað fyrirtæki geta greitt í laun, það er náttúrulega það sem heitir skiptana þegar búið að greiða fyrir fjármagn og alla reikningar svo framvegis og hver verðmætin, atvinnurekandinn og starfsmaðurinn meta þá á milli sín hvað starfsmaðurinn er að skapa. Og það er náttúrulega bara misjafnt eftir greinum, það eru eðlis ólíkar og margt sem kemur þann inn í. En þarna sjáum við til dæmis að ferðaþjónustugreinar eru bara að borga laun nánast í meðaltali miðað við launakostnað á vinnustund. Og við skoðum hvar störfin hafa orðið til síðustu ár, þá sjáum við að miðað við þetta mat miðað við framleiðnina, að þá náttúrulega er bara eitthvað 1% starfa sem verða til hérna í háframleiðni, megnið af störfum í lágframleiðni, en ef við skoðum miðað við laun, þá er flest bara orðið til það sem að laun er í meðallagi, slatti hérna undir, en líka alveg slatti yfir. Þannig að þetta er kannski eitthvað sem ég held að sé eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur og kannski aðalskilaboðin að það bara dýpka þessu umræðu framleiðni á Íslandi miklu meira því að hún er því miður bara rétt að byrja. En hvernig aukum við framleiðni í ferðaþjónustu? Númer 1, það þarf að fjárfesta og það þarf að fjárfesta áfram mikið. Ég held að þau eru kannski ekki að fjárfesta jafn mikið og í gegnum og eftir þennan vaxtafasa síðustu ár. Og rauna má segja að það séu, þú getur lítið á nánast að séu smá vonbrigði að hafa framleiðni í ferðaþjónustu hafi ekki vaxið meira heldur en þessar gríðarlegu fjárfestingatölur gefa til kynna. En það er líka hægt að segja, þarna eru tækifæri þá til að nýta þessar fjárfestingar ennþá betur. Og hvernig nýtum við það betur? Til dæmis með því að bæta nýtingu gistirýma. Hún er góð á Íslandi, hún er yfir alþjóðlegu meðaltali í ESB, en við eigum samt svolítið eftir í toppinn hérna og þangað ættu við hygglust að stefna. Af hverju er nýtingin ekki nægilega góð? Það er meðal annars vegna þess að veltan og bara árstíðasveiflan, hún er mikil á Íslandi með við öðrum löndum sem við berum okkur saman við. Hefur minnkað og skoðar með við til dæmis fyrir 15 árum eða eitthvað slíkt, en við getum gert betur og það er náttúrulega gríðarlega mikið undir í að gera betur þarna. Og svo sem að kannski eigur ekki beint svona framleiðni snátttiltekið, það náttúrulega bara skilur auknum verðmætum í þjóðarbúið að það er hið sígræna efni að reyna einhvern veginn að fá ferðamennina til að eyða meiri peningum og við erum að fá til landsins ferðamenn sem hafa mjög háar tekjur en það sem að hefur kannski verið eftir mjög mikinn árangur hérna árinu svona 2009 til svona 2016 þar sem að ferðamenn voru sífellt að eyða meira og meira hver ferðamenn sem kom þá höfum við svolítið staðið í stað síðan þá og ég held að þetta sé ótrúlega stór tækifæri þarna til þess að reyna einhvern veginn að fá meira út úr ferðaþjónustunni þannig að þeir sé eyða meira í sinni eigin mynt, verðbólguleiðrétt. Og það er í raun og veru bara, ég ætla ekki að segja gefins penningur, en svona í þjóðhagslegu samhengi og með alla þessu umræðum álag og innviði, þá er það algjör no-brainer að reyna að leita leiða til þess. Og við náum samt ekki að auka framleiðni í atvinnugreininni nema hún sé samkeppnishæf. Og hún þarf að vera framleiðin til hún sé samkeppnishæf. Og þar hefur ferðaþjónustan á Íslandi ágætissögu að segja. Í sögulegu samhengi hefur til dæmis vöxtur framleiðni gisti- og veitingaþjónustu verið frekar góður í evrópsku samhengi. Einu löndin sem eru hérna síðustu 20 ár nálægt okkur eru fyrrum austantjaldslönd sem eru að koma frá miklu lægri grunni en við vorum árið 2003. Þannig að við höfum verið að gera góða hluti þar. Að ég var að nefna á hana þessar svona einföldu framleiðni tölur, þær rugla svolítið, þannig að ég ákvað svona í samhengi við önnur lönd bara aðeins að horfa á þetta öðruvísi og hugsa bara, heyrðu, ok, hvernig eru launin og hvernig er afkoman? Því að þetta samanlagt náttúrulega segir hversu framleiðin atvinnugrein er. Fyrsta lagi eru launin í ferðaþjónustu í Íslandi innan hverri og einni grein með því hæsta eða það hæsta sem gerist. Og þetta er árið 2023, þessi sjá hérna rétt og eftir þá hefur þetta hækkað. Afkoman í greininni heilt yfir bara fín. Tveir svona stóri fyrirvarar, þetta er náttúrulega bara 1 ár
og þetta sveiflast mjög mikið. Það svolítið ólík fyrirtæki sem eru þarna að búa til tölunar og svo eru þessar atvinnugreinar eðlis ólíkar. Þarna bílaleigur mjög háar en það einfaldlega vegna þess að þær eru bara í eðli sínu mjög fjármagnsfrek atvinnugrein og Ísland ekkert sérstaklega hátt eða lágt þar. Þannig að heilt yfir bara virðist vera ágætlega stödd í alþjóðlegu samhengi en stendur frammi fyrir þessari risastóru áskorun hér sem hátt raungengi krónunnar, svo hátt raunar að það hefur aldrei mælst hærra á mælikvarða launakostnaðar. Og eiginlega sama hvernig maður lítur á það, maður sé að vera að tala já, raungengi það nú ekki svo hátt með þetta, það gott og blessað sko. En við erum með raungengi sem var þarna, við erum með hlutfallslega verðlagsmælingar Evrópusambandsins sem sýna líka að við höfum aldrei verið dýrari með ESB og einhvern tímann hefði þótt saga til næsta bæjar að við værum orðin dýrari en Noregur því að hérna svona 2010-13 þá voru allir að tala hvað allt væri rosalega dýrt í Noregi og Íslendingar flykktust þangað til að vinna. Þetta algjörlega snúist við. Það bara orðið ódýrt fyrir okkur að fara til Noregs. Og launakostnaður sem náttúrulega skiptir ferðaþjónustuna mjög miklu máli í alþjóðlegri samkeppni, hann hefur hækkað og eru laun á Íslandi þau hæstu í heimi? Sennilega. Og líka ef við horfum á svona ferðaþjónustu tengda greinar. Og ef við kíkjum aðeins nánar á það, þannig að við erum með einhver hæstu laun í heimi, það líka þannig og þú skoðar greinar þar sem ferðaþjónustan, eða svona breytt skilgreinda greinar þar sem ferðaþjónustan mjög þungi í þessar 3 hérna fyrir aftan mig, að þar eru launin í ferðaþjónustu, launin í þessum greinum eru há með við laun sem almennt gengur og gerist í hagkerfinu. Sem bendir þá ennþá meira til þess að ég myndi segja að það sé mjög líklegt að hæstu laun í ferðaþjónustu mögulega í heiminum sé á Íslandi. Sem gott, í sjálfu sér það gott, við viljum að atvinnugreinar á Íslandi geti greitt há laun, spurningin bara hvort að atvinnugreinin geti staðið undir því. Og hvað þýðir þetta háa raungengi? Fræðin eru skýr, þýða bara fræðilega séð þú fær færri ferðamenn, þeir eyða minna vegna þess að þeir eru ekki með tekjur í krónum, þeir eru bara með tekjur í erlendri mynt og sjá allt hækka, þannig að þeir einhvern veginn aðlaga sig til þess með því að stytta ferðir. Og innlend fyrirtæki verða bara það verður bara erfiðara fyrir þau að keppa á alþjóðlegu markaði. Og það eru rannsóknir sem að styðja þetta. Hérna rannsókn frá 2023 sem segir að 10% sterkari gengi leiði til 1% færri ferðamanna. Ég myndi setja mjög stór vikmörk á hver áhrifin af því eru. Og svo þarna frá 2017, sérstaklega Íslanda, sem að vera að tala að ferðamenn bregðast við hækkandi kostnaði með því að stytta ferðalög. En þá kannski að lokum spurningin, hvernig tökum við þetta áfram? Og hér náttúrulega skattlagning heldur betur í deiglunni. Pétur og Kristján fóru mjög vel yfir það, þannig að ég get ekki annað en komið smá take á skattlagninguna því að það í svona opinberri stefnumótuninni hefur verið rosalega þungt í umræðum ferðaþjónustu mjög langt skeið. Og við erum náttúrulega með þessa hækkun á vörugjalda á ökutæki og hún leggst náttúrulega mjög þungt á bílaleigunar af því að eftirspurn ferðamanna eftir rafbílum hún einfaldlega hverfandi eins og kom fram hérna áðan. Það verið að fara að innleiða kílómetragjald sem búið að standa til lengri en alltaf verið að fresta og það náttúrulega ferðamenn þeir keyra marga kílómetra eða þetta greiði einhvern veginn fyrir notkunina og svoleiðis en náttúrulega tvöfalt flækjustig að það þarf einhvern veginn að ákveða hvernig þetta reiknað og svo þurfa einhvern veginn bílaleigunar að innleiða þetta sem ég veit ekki alveg hvernig það að gera. Innleiðagjald á skemmtiferðaskip stendur til að lækka en eins og kom líka fram áðan að þá skaðinn af því að einhverju leyti skeður. Og svo núna búið að boða innviða- og náttúrugjald, lítið að segja það en kannski svona til þess að veita smá innblásturinn í þá vinnu þá langar mig að benda þessa skemmtilegu skýrslu hérna frá Evrópusambandinu frá 2017, þeim ágæta félagsskap, sem að fjallar með mjög ítarlegum og samfærandi hætti áhrif skatta og samkeppnishæfni ferðaþjónustu í ESB og það margt þarna gott og í svona niðurstöðunum þá eru svona 5 atriði sem þessi verið að draga fram. Fyrsta lagi, það eru bara ágætt rök fyrir því að ferðaþjónusta greiði skatta. Auðvitað. Það eðlilegt að atvinnugreinar greiði skatta og ferðaþjónusta greiði skatta eins og hver önnur. Það sem samt vandamál við ferðaþjónustuna mjög verðnæm sem atvinnugrein með aðrar. Þannig að áhrif skattabreytinga á ferðaþjónustu eru meiri heldur en almennt að breyta sköttum og aðra atvinnugreinar.
Beiting almennra skatta, hún sérstaklega óheppileg í stefnumótun í kringum ferðaþjónustu. Það stendur ekki til svo ég viti, þannig að það er jákvætt. Og þá líka ágætt að minnast á það, því að þetta náttúrulega oft verið rætt að það bara ekki réttast að ferðaþjónustan fari upp í hærra þrep í virðisaukaskatti. Já, þá væri við 1 af 2 ríkjum held ég í Evrópu sem að gera það. Þarna 2017 voru held ég Slóvakía og Danmörk þau einu sem voru ekki með lækkaðan virðisaukaskatt á ferðaþjónustugreinar. Og svo síðasta atriði sem ég held að sé mikilvægt og mér finnst allavega mjög, setjum alla einhvern veginn pólitíkinn hliðar, heldur bara svona eiginlega common sense, hugsun bara common sense, mikilvægt að skattabreytingar séu kynntar með góðum fyrirvara og í góðu samráði. Þú veist, samráðið, við skulum bara segja eins og það náttúrulega verður kannski ekki alltaf þannig að allir verið samráða, en það verður að vera samráð og það sem með fyrirvara skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli fyrir alla hlutaðeigandi. Þannig að svona að lokum 5 leiðir sem ég held að séu svona til að hafa í huga áfram og af hverju ósköpunum þannig 5 landsspítalar og af hverju 5 leiðir? Jú, það vegna þess árið 2024 þá voru gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar það sem samsvarar rekstri 5 landsspítala það ár, nánast upp á punkt og prikk. Þannig fyrir hvern landsspítala sem að ferðaþjónustan skilaði gjaldeyri þá ein svona mjög almenn tillaga. Fyrsta lagi þurfum við að tryggja stöðugt rekstrarumhverfi. Þetta er rosalega almennt eðlis en ég held að sé samt einhvern veginn mjög mikilvægt að fólk reyni einhvern veginn alltaf að hafa þetta bak við eyrað. Að þegar að vera að fara að gera einhverjar breytingar, að gera eitthvað og hafa bak við eyrað, hvað þýðir það fyrir rekstrarumhverfi í atvinnugreininni. Skynsamlegt skattaumhverfi og hagfellt regluverk sem er náttúrulega bara hluti af því að rekstrarumhverfið sé stöðugt. Markviss vinna við að draga áfram úr árstíðasveiflunni og hérna held ég að bara ferðaþjónustan í heild sinni þurfi náttúrulega að bara geti örugglega gert ennþá betur, mögulega með einhvers konar aðstoð stjórnvalda eða eitthvað annað. Áframhaldandi fjárfestingar og nýting tæknilausna, ég held að séu ennþá tækifæri til þess að nýta þessar mikla fjárfestingar sem hafa verið í ferðaþjónustunni betur og svo sem tengist náttúrulega þrjú einhver leyti öflug markaðssetning til að tryggja öfluga eftirspurn. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra, svona kannski til að summera í tvennt. Ferðaþjónustan bara með ágætisframleiðni, hefur verið bara að þróast með nokkuð kröftugum hætti hvað var að framleiðni, en það eru svolítið svona erfiðar áskorunir núna og klárlega samt tækifæri til þess að gera ennþá betur og takast á við þær. Takk fyrir mig.